Herru, ég varð að halda þemanu sem í dag að breyta aðeins allavega fyrirsögninni. Það allir búin að breyta hvað að tala og svona. En ástæðan fyrir kannski að ég að breyta þessari fyrirsögn. Stebbi setti þetta upp upp og farsímavefir sem markastæki. En þetta nú svo sem það sem við þekkjum kannski sem farsímavefi áður fyrr. Og ég vil frekar bara tala vef-upp sem eru meira svona það sem við erum að nýta veflausnirnar til þess að láta líta út eins og þessi upp sem við þekkjum í snjallsímunum. En ef ég byrja að tala mig eins og hún kannski búin að því, að þá ég búin að vera mikið í þessum internetheimi, vefheiminum alveg frá því að ég kom að stofnun tónlist.is árið 2003 og tekið þátt í öllum þessum þessum hraða sem búin að vera á þessum netmarkaði alveg frá því að við fórum að versla á netinu loksins og þora að versla á netinu og setja kortin okkar inn og kaupa vörur og alveg þangað til að farsímarnir fóru að koma. Fyrst þessir farsímar sem leiða okkur bara tölvupóstinn okkar og svo núna erum við komið með farsíma sem eru öflugri en tölvurnar sem við vorum með þegar við vorum að versla fyrst á netinu. Þannig að hlutirnir eru að gerast ótrúlega hratt og það sýnir sig í tölunum í sambandi gagnamagn. Á árinu 2013 eða í byrjun árs 2014 þá allar spár sem að sýna það að gagnanotkun í gegnum móbæltæki eftir að taka fram úr tölvunum, gagnamagnum sem fer fram í tölvunum okkar, sem alveg ótrúlegt því að það sem meira þess að vera að gera í farsímunum að vera að reyna að minnka gagnamagnið til þess að við getum skoða vefi og uppin hraðar heldur en þeir eru að skoða heila stóra vefi eins og MBL. Þannig að þetta er helvítið magnað, afsakið, blóta smá. Mínar kannanir, það sem ég búin að gera óformlega hjá farsímafyrirtækjunum sýna að 33% af farsímaflota heimsins eru snjallsímar og á Íslandi tilfinningin mín að hún sé 40–45% í dag, en hún komin yfir 50% í Bandaríkjunum. En seldir farsímar í dag eru 75–80% snjallsímar og þá erum við að tala Android, við erum að tala iPhone, við erum að tala Windows Phone og þessi plattform þar sem þú getur verið að ná þér í applications frá þriðja aðilanum, ekki bara innbyggð í símanum heldur, getur farið inn í þessar búðir og ná þér í upp. En þá er spurning hvernig erum við að nota þessa síma og hvernig er bara notkun hegðun fólksins. Meðal snjallsímanotandi, hann er cirka 3 klukkstundum á dag í móbæl. 87% nota móbæl í alls konar dauðum tímum, bara ef það til dæmis, þú ert að bíða í röð eftir einhverjum ákveðnum tíma hjá lækninum eða jafnvel að bíða eftir nýja iPadinum, veit það ekki. 86% nota móbæl á meðan að vera að horfa á sjónvarpið. Við erum farin að multitaska entertainment hlutunum okkar. 53% að skoða posti sín á meðan að horfa á sjónvarpið, 45% að vafra á vefnum, 42% á samfélagsmiðlunum og 30% að skoða önnur upp. Og það er kannski svolítið mikilvægt eins og ég var að reyna að koma inn á upphæðu að þegar ég tala upp núna, þá er ég búin að sameina þetta farsímavefir eða vef-upp og bara þessi native upp sem við erum að ná í gegnum App Store og Android Market eða Google Play. Hafið þið séð, þið hafið væntanlega séð að Icelandair auglýsingarnar með innritunardótinu, það ekki, réttipæðin sem hafið búin að sjá það. Okay. Þetta er svona örugglega 90%. En þetta er til dæmis dæmi það sem við kannski köllum farsímavef en er samt app út í því að það er verið að smíða nýja lausn sem nýtir miklu meira tækni símtækisins. Og við erum þeir eru svolítið svona að herma eftir því hvernig þú gerir þetta í native uppánu sem sækir í App Store og Google Play. Þannig að það er kannski svolítið mikilvægt að þegar ég tala upp að þá er ég líka að meina þessa vef-upp. 43% nota móbælsímann sinn á klósettinu. Það er fráleitt að taka á könnun inni, ég veit ekki hvort þið myndir rétt band. 33% kveikja á einhverju appi áður en þau fara fram úr rúminu. 70% nota móbælinn í verslunum. 79% nota móbæl til að hjálpa við ákvörðunartöku þegar það er að versla. Og
ágætis dæmi það að við erum byrjað að nota móbæl til að kaupa og þessi aðili hérna svo sannarlega notaði móbæl til að kaupa þegar þetta dýrasti hluturinn sem var keyptur árið 2010 held ég alveg örugglega. Það var þetta dýrasti hluturinn sem var keyptur á eBay mobile appinu, flugvél. Í fyrra var það Mercedes-Benz. Þannig að eins og Tryggvi hjá Deloitte var að tala öryggi. Var hann ekki að tala öryggismál Tryggvi? Fyrir 10-12 árum síðan þá var svo mikil hræðsla við að kaupa á netinu eins og við talaðum. Við þorðum ekki að setja inn korta upplýsingarnar okkar og við þurftum svolítið að læra þetta og þora þessu og treysta þessu. Og það svona svolítið svipa sem að gerast núna í þessum mobile bransa. Þetta að gerast svo hratt og við erum ekki alveg tilbúin til að treysta á að vera að versla í gegnum þetta. En þegar endan er komið þá er þetta alveg eins. Við erum að tala gögnin sem að þið eru að setja inn, korta upplýsingarna inn og svona, fylgja öllum sömu stöðlum því að þetta er geymt á nákvæmlega sömu serverum og vefverslanirnar sem þið hafa verið að versla á eru búin að vera að tala við. Þannig að þetta er bara spurning að við svolítið móttökum þetta og förum að læra að treysta þessu. En það gerist bara eftir einhvern next tíma, það tekur smá tíma, við áttum okkur alveg á því. En ef við skoðum svolítið svona kauphegðun fólks, þetta er könnun sem var gerð hjá Yahoo Mobile Shopping Framework, að 67% er að skoða vörur í snjallsímanum sínum og fara svo í búðina og kaupa. Síðan eru hinar leiðirnar að það er skoðað í snjallsímanum, svo er farið í búðina, skoðað vöruna ennþá betur, svo er farið heim í tölvuna og keypt þar. Það voru svona 23% sem voru í þessu. Eins og þið sjáið þarna síðan neðstu tveir, miklu minna, því að þetta er það sem við eigum ennþá eftir að læra og þora að gera og lausnar eiga eftir að vera betri fyrir okkur til þess að bara klára kaupin og ganga frá þeim í símanum. Að 16% er að skoða í snjallsímanum, fara svo í búðina og skoða vöruna betur og kaupa svo í snjallsímanum. En 9% skoða í búðinni og kaupa svo í snjallsímanum. Þannig að það er svolítið áhugavert að skoða þessar tölur. En hvað er app? Og til hvers er það? Til hvers erum við að nota þessu app? Mín skilgreining á appi er það að gott app er að gera venjulega hluti sem við höfum kannski gert í mörg ár. Gera það einfaldari, eða skemmtilegri, eða bara áhugaverðari. Dæmi, gömlu góðu uppskriftirnar. Mamma er með alveg svona fullt af svona uppskriftablöðum heima sem eru örugglega frá 1920 frá því að amma eða langamma var að elda einhvern rétt. Og þetta er allt staflað og komið í eitthvað flokkunarsystem sem enginn skilur nema mamma. En er ekki bara betra að fá alvöru kokk sem að kenni þér, býður upp á alls konar uppskriftir og þú getur bara valið úr með því að stimpla inn og filtera og allt þetta. Þetta er svolítið svona tæknin og þetta er svolítið skemmtilegt í þessu. Nike eru mjög framalega í íþróttaiðnaðinum, þeir eru með stórkostlega skemmtilegt app sem að í sambandi við líkansrækt bjóða þér upp á alls konar æfingaprógram, ráðgjöf og meira sem með svona talþjálfara sem að tala við þig á meðan þú ert að þjálfa ef þú vilt það sko. Bara koma að standa þig betur og gera þetta, þú ert allt og langt fyrir neðan það sem þú átt að vera að gera. Þannig að það er alls konar mælingar og árangur og annað slíkt. Veit einhver hvað þetta er? Þið er rétti menn sem veit hvað þetta er? Sirka 30%. Þetta er ný tækni sem við höfum ekki þekkt áður fyrir 200 ára síðan. Shazam er að leyfa okkur að koma að staði í hvaða lag við erum að heyra í útvarpinu án þess að hafa neinar upplýsingar það nema bara lagið. Þulurinn var ekkert að segja okkur hvað það var eða hvað heitir, þannig að við getum bara tekið upp símann, opnað Shazam, látið hann hlusta og segja okkur hvaða lag þetta er, á hvaða plötu það er og jafnvel bara benda okkur inn á linka hvar við getum farið síðan og verslað plötuna eða lagið. Þetta er bylting, mobile er bylting og þú veist, það var kannski margir séð, það var fyrir nokkrum vikum síðan var þáttur á 60 Minutes þar sem var að tala einhver börn og hvað iPadin hefur gert mikið fyrir þennan þátt í heilbrigðisgeiranum. Hún er búin að gera kraftaverk, þessi spjaldtölva, þegar kemur að tjáningu einhverra. Dæmi að einhverjir aðilar hafa
sem hafa aldrei getað tjáð líðan sína almennilega, þarfir eða tilfinningar, hafi með tilkomi iPad forrita farið að tjá sig við sína nánustu. Þá er það að fá einhvers konar tákn og einhvers konar myndir á skjánum til þess að ýta á, til þess að segja hvernig þeim líður eða hvað þau þurfa. Og það er eins og þessi börn hafi bara verið að bíða eftir þessu. Það vantar eitthvað sem er svona genrist og auðvelt að snerta þetta. Ég á lítinn 3 ára gutta sem að unlockar iPadinu mínum og fer inn í möppuna sína og velur forritinn og leikina sem hann vil spila. Og þeir eru enga stund að læra þetta. Þannig að þetta er algjör bylting. Okkur komið ekki núna. Svona. Ferðamannabransin, hann er svolítið spennandi og við hérna á Íslandi erum nú svolítið að horfa á ferðaiðnaðinn okkar sem stóran þátt í viðsnúningi okkar. Dæmið þetta er túristi sem er með kort að leita hótelinu sínu, veit ekkert hvað það er. Og það eru komin forrit núna sem eru svo miklu skemmtilegri og einfældari sem að leyfa okkur bara í svona rauntíma bara færa síman svona yfir, skoða, já, þarna er hótelið mitt. Smella á það, fá allar upplýsingar um það eða er að leita sér að veitingastæði til þess að borða á eða hvað sem er. Þetta er auðveldara, skemmtilegra, meira af upplýsingum og þú getur síað út það sem þú vilt sjá. Þannig að við hendum bara kortin í ruslið. Á síðustu 6 mánuðum hafa heimsóknir á ferðarsíður í gegnum móbæl aukist 72%. Og þetta er eitthvað sem við eigum að vera að pæla í. Þetta er eitthvað sem við eigum að vera að skoða og eitthvað sem við eigum að nýta. 47% er að nota móbæl til þess að finna upplýsingar á staðinn sem þeir eru að ferðast á. 37% er að nota móbæl til þess að skoða upplýsingar veitingastæði. Þannig að það sem við eigum að vera að gera er að finna leiðir til þess að hafa áhrif á ferðamannina þegar þeir eru komnir til Íslands. Hvernig getum við komið okkar vörum og þjónustu til þeirra út af því að þeir eru ekkert endilega að skoða internetið í einhverjum fartölvum eða bortölvum upp á hótelherbergi mikið. Þeir eru bara á ferðinni einhvers staðar úti og við þurfum að ná til þeirra. En þau eru öll með snjallsíma. Það eru fleiri með snjallsíma þessum ferðamönnum heldur en við. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að spá í. Og þeir eru spáum aðeins í notendanum. Hann vill upplýsingar og þetta er heldur góð setning. Hold on, let me look that up. I just happen to have the sum of human knowledge in my pocket. Notendur vilja fá upplýsingar vörurnar og þjónustuna ykkar í móbæl. Og dæmum það, 61% þeirra sem að skoða vefsíðu sem er ekki mobile friendly, þar að segja hún er ekki mjög aðgengileg í farsímanum, þeir leita til samkeppnisaðilans. Algjört klúður. Þú veist, hvað þurfum að gera til þess að passa að notendurnir okkar að þeir verði ekki fúlir, því að það er að síðasta sem við viljum, að notendurnir fari, hann er einhvers staðar úti, sá auglýsing á strætó vörun ykkar og hann langar til að komast meira að því hvað hún snýst, en svo er bara vefurinn okkar svona risastór, gerður árið 1997 og virkar ekki í farsíma. Þetta er svona ýkt dæmi. En hvað þurfum við að gera? Það eru nokkur svona ráð sem að mér langar svona til að skrolla í gegnum. Það er kannski númer 1. Skoðaðu analytics tölurnar á vefsíðunni. Hvaða tæki eru að skoða vefinn þinn? Hvaða síður eru mest skoðaðar í móbælt tækjunum? Þegar þú ert búin að finna út af því, farið þá sjálf og skoðaðu síðurnar. Hvernig líta þær út? Hversu aðgengilegar eru þær í móbæl? Og lagaðu strax það sem nauðsynlegt er. Þú veist, geta notendurnir loggað sig inn auðveldlega með símanum, geta þeir skoðað helstu upplýsingarnar vörurnar þínar sem þú vilt að þeir sjái og léttu á þér. Leitast að því við að gera síðuna þínar léttari. Ekki hafa þær svona þungar og miklar því að þá tekur endalaust tíma að lóta þeim og notandinn verður fúll. Klúður. Vertu mobile friendly. Leitast eftir því að nota tæknina sem að þessi tæki hafa upp á að bjóða. Og dæmi, þú veist, ef þú ert með upplýsingar hvar fyrirtækið er staðsett, vertu þá með einn takka sem bara hægt að smella á og bara fá kortið upp og það þekki allir sem að nota snjallsíma kortalausnina sem er í símanum. Vertu með símanúmerið sem takka.
Þannig að þegar ég á vefnum hjá fyrirtækinu og mér langar til að hringja, að þá þarf ég ekki að reyna að copy-pasta, því það er voðalega leiðilegt í snjallsímum, að reyna að copy-pasta númerið og setja það síðan inn í phonebookið og slá það síðan inn eða leggja það á minnið. Bara einn takka til þess að smella og láta síman hringja. Þetta er allt hægt með mjög einfaldri tækni. Þannig að farið aðeins yfir þetta. Og þegar þið eru komið með síðan ykkar í það gott stand að hún er orðin mobile friendly, þá getið þið farið að skella þessu á auglýsingarnar ykkar. Út af því að þetta er gríðarlega mikið notað. QR-kóðar, það voru 300% aukning í skönnun á QR-kóðum á árinu 2011 frá því árið 2010. Það voru meiri skönnuð strikamerki árið 2011 heldur en 2009 og 2010 samanlagt. Sjáu þarna súluritið. Og þetta fer bara upp. Það voru margir hérna fyrir 2 árum síðan sem sögðu QR-kóðar, ég meina þetta er bara til endalaust, þetta er bara einhver bóla. En þetta er svo þægileg leið til þess að kynna vöruna sína, eins og ég nefndi áðan, þegar ég sé strætóinn keyra framhjá. Og risastór QR-kóð á honum og eitthvað, hann stoppar og ég bara tek hérna, skanna það og ég bara komið með upplýsingarnar um vöruna. Mér langar að vita eitthvað meira um þetta. Og við erum búin að sjá það í þeim öppum sem við höfum sett í loftið, N1, Póstinn og þessi fleiri öpp, að þegar þessi fyrirtæki setja QR-kóðana sína í auglýsingarnar, þegar þeir eru að auglýsa og kynna vörurnar sínar, þar sem þú getur farið að náði í appið, það eru 40% af heildardownloadunum eru í gegnum það þegar fólk er að skanna QR-kóðana. Þannig að þetta eru breyttir tímar sem við lifum á. Hvað var margir sem áttu svona síma? Réttu með? Vá! Þetta voru nú engin smá símar maður. Algjör snilld. En þetta eru breyttir tímar. Núna getum við skoðað vörun okkar í símanum. Geymum hana, fylgjum síðan eftir þegar við komum í tölvuna. Þetta er svona eins og við erum að lifa núna. En ef að fleiri fyrirtæki koma eins og fyrirtæki sem ég á að vinna hjá, sem að hjálpa okkur á auðveldan hátt að gera okkar vörur, okkar þjónustu á netinu aðgengilegri gegnum móbæl, að þá á þetta eftir að vera þannig að fólk skoðar vöruna í símanum og bara klárar að ganga frá. Hversu beautiful er það? Tilgangurinn með móbæl er að geta verið hvar sem er. Örstutt nokkur kvót frá þeim viðskiptavinum sem eru hjá okkur. Katrín Guðjónsdóttir, markaðsstjóri N1, segir N1-appið: ég tel appið vera mikilvægt markaðstæki sem styttir boðleiðina á milli viðskiptavinar og fyrirtækis. Þetta kallar á nýjan markhóp sem seinna verður viðskiptamannahópur. Engilbert Hafsteinsson hjá Tónlist.is: Tónlist.is appið er skemmtileg leið fyrir notendur að nýta sér þjónustu okkar hvar og hvenær sem er. Nú getum við kynnt nýja tónlist beint í snjallsíma notenda. Og Hreinn Gústason, vinur minn og framkvæmdastjóri Leggja, þegar við settum Leggja þjónustuna í loftið, þá jókst viðskiptavinahópurinn okkar 20% fyrstu 5 vikunar. Við vorum með þjónustu sem var búin að vera til frá 2007 og í byrjun árs 2011 settum við app í loftið og fyrstu 5 vikunar jókst viðskiptavinahópurinn 20%. Og síðan þá hefur hann aukist hraðar en fyrstu 3 árin í rekstri. Snjallsímanotendur eru að vera fleiri en hinir. Það er bara þannig. Það er að gerast. En hvað gerist þá á Íslandi á árinu? Og ef ekki núna þá á næsta ári? Fyrirtæki eftir í auknum mæli að móbælvæðast, setja upp eða almennilega móbæl, eða svona web-upp, þar sem við getum séð þjónustur og vörur fyrirtækja betur og jafnvel keypt þær. Við höfum að sjá meira af leikjun eða svoköldu gamification, þar sem fyrirtæki nota leiki í markaðssetningu, búa til hvatningu fyrir fólk til að nálgast vörur eða þjónustu, vinna verðlaun, bónusa, opna aðganga einhvers konar aukaefni. Dæmi svona upp eru Foursquare eins og kannski mörg ykkar þekkja. M-commerce eða borga með símanum, þetta er eitthvað sem á eftir að aukast alveg gríðarlega og við erum búin að sjá þetta með einmitt Leggja-appinu, N1-appinu, Orku-appinu, Tónlist.is. Þarna erum við að kaupa vörur og þjónustu í gegnum síman, beint. Við mötum að sjá location-based auglýsingar, þar sem við erum jafnvel að skoða kort eða einhver forrit þar sem við erum að skoða kort og allt í einu poppar upp einhver auglýsingum á staðsetningun þar sem þú ert, sem henda þér ákvörð þar sem þú ert. Sigurður Másson ræddi skíð áðan, iCloud, Dropbox, Evernote, mappan hjá póstinum. Við erum að fara að senda gögnum okkur upp og geta nálgast hver sem er. App-plötur,
app bækur, app bíómyndir. Það á eftir að vera auðveldara fyrir fyrir aðila að selja vörur og þjónusturnar, upp plöturnar sínar eða bíómyndirnar sínar bara gegnum app-plattformið. Og við höfum eftir að sjá gamla rótgróna hluti öðlast nýtt mobile líf. Dæmi póstinn, kaupa frímerki, borga í stöðumæli, millifæra, taka bensín, fletta í Airwaves dagskráni, bara allt í símanum. Eitthvað sem við gerðum áður með annarkvort blaði eða hvernig sem er. Þetta er hópurinn okkar. Generation Z. Þetta er hópurinn sem við þurfum að spá í núna. Þessi fæddist eftir að internetið var almennt. Þessi þekkir ekki tíma án farsíma. Þessi eyðir meiri tíma á netinu fyrir framan sjónvarpið og þessi notar samfélagsmiðlana daglega. Þessi á 20 sinnum fleiri vini á netinu heldur en hún hittir. Þessi tekur ekki mark á auglýsingum, spyr frekar vini sína. Takk hérlega fyrir mig.